Þurrí, hvernig fannst þér að standa þig í dag? Bara ágætlega. Ágætlega? Já. Hvernig líst þér á morgundaginn, það sem búið að kynna? Bara vel. 400 metra hlaup og í ókæri, ég gerði það reyndar ekki oft, en þú veist, maður var í frjálsum og svona, það ætti að koma sterkt inn í. Nákvæmlega. Nú eftir að kynna hellingavotum á morgun, er eitthvað sem þú vonast sérstaklega eftir? Ég væri bara til í að sjá kannski eitthvað meira fimleikadót og, þú veist, léttar þyngdir og svona. Já, léttar þyngdir. Já. Herri, frábært, takk hérlega. Þannig, nú sitjum við hérna nýkomnir heim eftir laugardaginn af CrossFit-leikunum. 1 dagur eftir og þú situr í 5. sæti overall. Þú hlýtur nú að vera ánægð með stöðu mála núna með að við að lenda í 27. sæti í fyrra. Já. Ég er mjög ánægður. Ég sátti með útkomunar í öllum mótunum nema clean og jerkinu. Ég fór kannski aðeins og varlega þar. Ég hef alveg getað að fara aðeins þyngra. Og það hefði ég mögulega haldið, skilur, 4. sætin í dag. Þú tókst 307 pund, hvað er það þungt í kílóum? 140. 140. Og átt best á æfingu hversu mikið? 152. 152, þannig að þú varst nú komin þokkalega nálægt maxinuðinu í clean and jerk miðað við allt sem var búið að ganga á deginum áður og dögunum áður. Já, þú veist, það er alveg fínt. En þetta eru bara svo sterkir gaurar og maður þarf alveg að vera með þetta. Þú veist, maður þarf að vera með góða þyngdir líka í þessu. Nákvæmlega. Hvernig er líkaminn að bregðast við þessu? Hann er illa að fá. Já, hann er bara að verða búinn, sko. En þú frekar nú 1 dag viðbót, ekki? Já, 1 dag viðbót, það verður alltaf læg. Ég er alveg hel grillar. Og morgun er bara búið að kynna 1 event. Þannig við erum að reikna með að við sjáum eitthvað svona trillt í lokin, sko. Já, þannig að það verður tekið vel á líkamannum síðustu metrana á morgun. Aðeins að svona setja punktinn yfir yfir og klára allt.